Komið blessuð, verið velkomin með okkur í Hvíta Máva. Nú ætlum við að fljúga af stað og hitta unga konu sem búin að fara vítt heiminn og búa víða og læra töluvert mikið líka. Og hún komin heim í fjórðungi sinn og farin að vinna fyrir sveitafélagið Skagafjörð. Við ætlum að hitta Laufeyju Skúladóttur sem að þar og þeir komið með og við bara spennum beltinu og rennum af stað. Þá erum við hérna komin upp á loft í skemmunni, í Tindastóli við skíðasvæðið. Já. Gaman að sjá þig. Takk fyrir, sömuleiðis. Ég hringdi í þig og ég vissi ekkert hver þú varst og ert. Nei. Það var sagt, talaði við hana Laufeyju. Já. Þannig að nú erum við komin. Þú vinnur hjá Sveitafélaginu Skagafirði. Já. Heitir ekki það? Jú, það heitir það. Sveitafélagið Skagafjörður. Já. Hvaða svæði þetta? Þetta svæði sem spannar allan Skagafjörð fyrir utan Akrahreppinn. Það var stór sameining fyrir aldamót. Það sem 11 hreppar sameinuðust í Sveitafélagið Skagafjörð. Já, já. Hvað hafa Akrahreppingar umfram aðra? Ég meina, af hverju vildur ekki vera með? Ég veit ekki. Þú voru að spyrja ykkur aðra en mig. Þetta er fyrir mína tíð. Þetta er fyrir þína tíð, já. En það er náttúrulega sjálfsögðu mikið samstarf á milli hreppanna. Það er samrekstur á skóla og þjónustu við fatlaða og þar bara undir göttunum. Já, sko þú ert hvað, verkefnisstjóri? Já, verkefnisstjóri og nefndin sem ég vinn undir heitir Atvinnu, menningar og kynningarnefnd. Þannig að verkefnin sem að verkefnisstjórinn sinnir eru af þeim toga. Það er tengt atvinnulífi og ferðaþjónustu og upplýsingum á heimasíðu og Facebook-síðu. Þetta er óskaplega mörg, víðfeðmt. Ekki alltaf stórt fyrir þig og mikið á yfir. Ég veit ekki. Kannski enda maður bara að gera allt illa en svona smá af öllu. Já, ertu ein í þessu öllu eða? Nei, við erum 2 sem erum í föstu starfi sem að sinnum þessum verkefnum og svo bættist við smá liðsauki fram yfir sumarið núna. Já, nefndu mér svona verkefni sem þú mátt að fást við. Við vinnum mikið náttúrulega tengt ferðaþjónustunni og málefnum sem tengdu því. Vinnum með félagi ferðaþjónustunni í Skagafirði og erum svona tengilegur þá innan sveitafélagið við þessa aðila sem starfa í þessum málaflokki. Við vinnum líka mikið með náttúrulega atvinnulífinu á svæðinu og við erum með verkefni undir okkur sem heitir Matarkistan Skagafjarðar sem er náttúrulega rosalega matvælatengt þá við bæði veitingahús og náttúrulega þessa matvælaframleiðendur. Svo þetta er mjög fjölbreytt. Við höldum utan viðburði líka og skipulegging það sem þarf að gera í kringum 17. júní og kveikja á jólatrínu og ef það vilja koma einhverja sendinefndir eða stórir hópar í einhverju blaðamenn, við tökum á móti þeim og þannig að þetta er mjög fjölbreytt og í raun og veru engir 2 dagar sem eins. Já, vissirðu þegar þú tókst þetta að þér eða fékkst þessa vinnu, vissirðu í hvað þú varst að fara? Mér grunaði það en vissi náttúrulega ekki alveg allt sko. Ég kann mjög vel við mig, það er mjög spennandi og skemmtilegt og svona passar við mig. Já, nú eins og ég sagði í inngangi þá sitjum við uppi á lofti í skemmunni uppi Tindastól skíðasvæðið. Já. Notar þú skíðasvæðið? Já, við gerum það, ég og fjölskylda mín, við hefum verið átt áskort frá því að við fluttum aftur hingað. Já, hingað meinar til í Skagafjörðinn, já. Já. Ég segi nú ekki heim sko, af því að ég er nú uppalinn í Hrútafirðinum. En maðurinn minn á sína rætur hér og sína fjölskyldu, þannig að þú ert ekki tengingin. Þú ert úr Hrútafirði? Ekki upprunalega, já. Nei, segðu mig, hvernig er þetta? Faðir minn er úr Hrútafirðinum, bóndasonur þaðan og mamma mín er frá Selfossi. Þau kynntust þar og ég er fædd þar og bjó þar þannig til ég var 5 ára og svo þá komu svona tímamót og afi minn og amma vildu hætta búskapi, þannig að þá tók pabbi við
búinu og flutti þá fluttu þau okkur fjölskylduna í Hrútafirði. Já. Þannig að ég er bara sveitastelpa. Þú ert sveitastelpa, er það ekki bara gott? Jú. Hvernig var það? Áttu systkin? Já, ég er satt elst, við erum 4. Já, tvær yngri systur og 1 yngri bróðir. Var þetta ekki bara fínt? Þetta ekki gaman? Jú, mjög gaman og ótrúlega náttúrulega mikill fjársjóður að búa að þessu, að hafa verið alin upp undir þessum kringumstæðum, sko. Ég viðurkenni það nú alveg að það á svona unglingsárunum þegar maður þyrsti mest í félagsskap og svoleiðis, þá var þetta náttúrulega oft kannski örlítið pirrandi. Já. Líka því að náttúrulega ég er elst af mínum systkinum, þannig að það var engin eldri en ég á svæðinu til þess að djöflast í þá. Frá hvaða bæ ertu? Tannstaðabakka. En sko, unglingur á svona stað langaði til að fá félagsskap og geta verið svona pæla í unglingsárunum og öllu þessu. Hvert sóttirðu þá? Ég meina, ef þú varst heima, langaði til að gera eitthvað. Áttirðu þá vinkonur á næstu bæjum eða þess áttar? Já, við áttum það er mjög, við erum alltaf upp í 7. bekk, þá varum við 3 saman í bekk, 3 stelpur saman í bekk. Gekk í mjög lítinn sveitaskóla á Reykjum í Hrútafirði og áttu mjög góðar vinkonur þar sem maður náttúrulega lék með og umgengst mikið. Já, en þegar þú varst heima á kvöldin? Já, það var ekkert langt í næstu bæi, þannig að maður hljóp ekkert yfir, sko, þannig að þá þurfti maður bara fá foreldrann til að skutla sér eitthvað. Þú verður ekkert farið sjálf á bílnum? Nei, ekki mjög langt allavega. Hvernig verður með krakka í sveit á þessum tíma? Tóku náttúrulega þátt í öllu svona öllum störfum. Já. Ég veit ekki hvað vinnueftirliti myndi segja það, en ég held að ég hef verið svona 12 ára þegar ég var 11-12 ára þegar ég var farin að keyra allar vélar heima á bænum, sko. Já. Bakka með kerru og flytja heim rúllur með kannski stórt lót aftan á vagni og svona. Þú gerir það? Já, maður var náttúrulega verandi elst, þá þurfti að nota mann í þau störf sem þurfti að vinna. Já. En það þurfti kannski að passa þau yngri? Já, líka. Já. Það var eitt af verkefnunum sem mann var treyst fyrir. Hvernig er þetta svo, sko, þú náttúrulega ert ekki alla tíð heima í sveitinni. Hvað kemur svo upp? Hvernig kemur þá með skólan og þetta? Þú sagði nú hérna með litla vinkonurnar hérna saman í grunnskóla. Já. Svo í 8. bekk þá flutti skólagangan yfir á Laugarbakkaskóla í Miðfirði. Þannig að þá fórum við þar í stærri bekk. Og mér er enn og minnist þetta svona sjokkið þessar fyrstu dagana, sko, að maður alltaf vanur að vera bara í svona lítilli einingu þar sem var aldrei neinn hávaði eða læti eða neitt svoleiðis, sko, að fara í þetta var nú samt bara svona held í 20 manna bekkur eitthvað svoleiðis. Strákarnir voru með svo rosalega mikið læti, sko, það var ekki friður, sko. Þetta var allt öðruvísi? Allt öðruvísi, fyrir svona og annað sem heldur en maður átti að venjast, sko. En þegar þú ferði í frekari skóla, framhaldsskóla, hvernig var það? Já, svo náttúrulega þarf maður að fara í burtu í menntaskóla og fór í Reykjavíkur í skóla. Fórstu til Reykjavíkur í skóla? Já, ákvað að var fyrstu önnina í menntaskólanum í Hamrahlíð. En svo vildi ég komast nær og fór á Fjölbrautaskóla Norðurlandsvestra á Sauðárkrók. Já. Hvað varstu lengi sér í Reykjavík? Ég var 1 önn. Já, hvar var þið plantað niður? Hjá bróður hans pappa. Hjá bróður hans pappa? Já, hann bjó hann í sama hverfi og skólinn var í, þannig að það var svona hæg heimatökin þar. Hvernig líkaði þér þetta? Mér líkaði hann svo sem ágætlega. Þetta var náttúrulega samt svolítið svona stórt og yfirþyrmandi, svona til að byrja með. Svo ferðu náttúrulega í tiltölulega stóra skóla hérna á Sauðárkróki. Já, og í heimavist. Og í heimavist, já. Þannig að það var náttúrulega mikið líf fjör. Það er nú oft talin svona skemmtilegasti tími sem að fólk lifir, það eru sko þessi svona menntaskóla ár. Já, og þegar maður horfir tilbaka þá var það tvímælalaust, sko. Já, er það? Já. En einhvern tíma þarf að taka ákvörðun hvað á að gera í framtíðinni. Já. Hvenær gerður það? Það ætli hafi ekki bara verið þegar skólanum svona lauk, þá var ég nú búin að kynnast manninum sem ég er gift í dag og barnsföður mínum og mínum lífsförunaut. Já. Við ákveðum þegar við vorum búin með menntaskólan, Fjölbrautaskólann á Króknum að fara aðeins að ferðast. Við fórum til Austurríkis og vorum þar í
unnum sér allt á svona skíðasvæði, skíðahóteli í 3 mánuði og Hvað heitir það svæði? það heitir Stúpa í Gletscher, það sér allt nálægt Innsbruck, eða í Indælinn af Innsbruck. Hvað fengu íslenski krakkar að gera á þessum slóðum? Voru það að vinna á hóteli? Við vorum að vinna á kassa upp í skíðasvæðinu og alls konar þrífa og hitt og þetta, bara svona skemmtilegt. Gaman? Svo skíðaði maður inn á milli, já, það var mjög gaman. Já, er það? Já, svona þegar maður horfði tilbaka var þetta náttúrulega ótrúleg upplifun, sko, svona sem að náttúrulega víkkaði sjóndeildarhringinn hjá manni, sko. Og það eitthvað pínlítið í tísku? Já, pínlítið. Við byrjuðum nú að vera mánuð í Vín til að reyna í svona þýskuskóla til þess að hafa nú eitthvað, geta nú tjá sig eitthvað, sko. Já. Ekki það þýskan sem náttúrulega töluð í þessum inndölum inn í Austurríki er nú kannski ekki svona þessi Hochdeutsch sem er töluð annars staðar, sko. Já. En þetta var mjög skemmtilegt og einmitt maður nýtti náttúrulega tíman vel og ferðaðist og kynntist svæðinu og 3 mánuði á þessum stað og hvað svo? Svo komum við heim og keyptum okkur íbúð í Kópavogi, fluttum í höfuðborgina. Var það þá vegna þess að þið voruð að fara í framhaldsnám eða? Já, þá var búið að sækja í skóla og til þess að hafa nú geta nú bara rekið heimili þá ákveðum við að skipta þessu svona milli okkar. Indriði maðurinn minn sem byrjaði á að fara í skóla lærði tæknifræði í tækniskólanum. Já. Og ég vann á meðan og svo skiptum við. Hann fór að vinna og ég fór í hagfræði í háskólanum. Já, var það svoleiðis? Já. Já. Hver er maðurinn þinn? Hann heitir Indriði Einarsson, hann er ættaður hérna frá Sauðárkróki og hann er verkfræðingur og sviðsstjóri veitu og framkvæmdasviðs hjá Sveitarfélaginu. Já, þannig hann vinnur sem slíkur hér? Já. Já. Og þið hvað, 3 börn, sagðirðu? Já, 3 dætur. Já. Og hvernig gengur að koma þessu heima saman? Það náttúrulega getur verið svolítið líð og fjör, sko. Það eru náttúrulega ekki mjög gamlar og þannig að það er svona í mörg horn að líta. Þetta er nú skemmtilegt og lifandi. En starfið þitt, sko, ef við tengjum það, starfið þitt, er það sko 9-5 eða svoleiðis? Já, 8-4. 8-4? Já. Þannig að þú þarft að vera viðstödd einhverja svona menningaviðburði og þess áttar svona? Jú, það er náttúrulega gert ráð fyrir því að maður bara alveg eins og nú er að vera þessi íbúafundur á Hofsósi á sunnudagskvöldi klukkan 9 og ég verð þar sem í vinnu erindagjörðum, sko, þannig að þetta kemur líka fyrir að maður sé ekki að svona fitti inn í þetta 8-4 format, sko, þannig að þá þarf maður náttúrulega bara bæði að eiga svona gott samtal við sinn náttúrulega maka og eiga gott stöðningsnett á svæðinu sem geta þá tekið boltan og börnin þeirra Er Indriði góður í þessu? Hann er mjög góður í þessu. Er hann góður í eldhúsinu? Já, hann er það. Aha. Hann á alveg sína spretti. Hann er samt aðalega góður í að þrífa. Já, er það ekki ágætt? Mjög fínt, mér finnst það leiðilegra. Heyrðu, það var það, við vorum stödd þarna þar sem ég ætlaði að spyrja því, en hvað lærðið þú? Já, ég lærði hagfræði í Háskóla Íslands og fór svo og tók próf sem þeir kalla nú kandmerk, en það er svona ígildi mastersgráðu frá viðskiptaháskólanum í Kaupmannahöfn, Copenhagen Business School eins og hann heitir. Já. Þannig að þið fóruð út þarna eftir þetta nám þitt? Já, við tókum sömu strategíuna á mastersnámið eins og við gerðum á grunnnámið og eftir að ég kláraði mitt nám og við vorum svo búin að eignast 1 barn, þá fluttum við til Seattle í Bandaríkjunum þar sem að maður minn tók sinn master í verkfræði. Vorum þar í 1 ár, hann náði að klára sitt nám á þeim tíma. Já. Og náttúrulega þegar þetta gerist þá var hann búinn að vera að vinna sett fyrir Ístak, svona verkfræði og stórt verktakafyrirtæki. Og þegar hann klárar námið úti í Bandaríkjunum þá er náttúrulega nýskeið hrun á Íslandi. Þannig að það var í raun og veru engin verkefni fyrir verkfræðimenntaða, ekki svona allavega í sjónmáli eða ekki innan þessa verktakabransa sem hann hafði svona verið að sérhæfa sig í, þannig að við í raun og veru tókum þá bara stefnuna beint á Danmörku, á Kaupmannahöfn. Þá var ég búin að sjá þetta nám sem að mig langaði að fara í þar. Já. Þannig að við fluttum frá vesturströnd Bandaríkjanna til Kaupmannahafnar.
Þannig að þið eru búin að þvælast svona Já, svolítið. Hvernig var í Ameríku? Það var æðislegt. Ég elska Ameríku. Það? Já. Af hverju? En Seattle dálítið þarna upp í horninu? Jú, mjög náttúrulega svona vestræn borg og náttúrulega og svona græn og Vötnin og allt þetta? Vötnin og náttúrulega mikið svona frumkvöðla svona starf, skilur það náttúrulega. Góður skóli? Mjög góður skóli. Já. Gott að vera þarna, hvernig kanntu við fólkið? Ameríkanar eru mjög vingjarlegt fólk. Og ég var náttúrulega, við fluttum út þegar elsti dóttir eitthvað 9 mánaða og þá var ég heima með hana meðan hann var í skólanum á daginn og samfélagið er náttúrulega mjög sniðið að því, sko. Já. Og margar mæður sem eru heima með börnin sín og svona mikið hægt að gera. Þannig að maður var bara á kaffihúsum og playdates og leikfimi og þetta var mjög ljúft líf. En þú hefur ekki verið einn af þeim sem skildi kerruna með barninu eftir utan við veitingahúsinu eins og einhvern tíma lenti fólk í og var handtekið fyrir? Jú, ég reyndi það einu sinni. Ég reyndi það ekki eftir það. Reyndur það einu sinni? Já. En það var nú bara rétt fyrir utan, sko, kaffihúsagluggann, svo sat ég fyrir innan, sko. Hún hafði sofnað, dóttir okkar, á leiðinni á göngutúrnum okkar og lá vel pökkuð inn og hafði það mjög gott og það væri vetur og kalt úti en ég fekk ákúrur frá gesti sem var staddur á sama stað og ég. Nei. Þetta væri nú ekki það sem góðar maður gerði. Skilja börnin svona í reiðilegs eftir fyrir utan. En þú hefur ekkert tilkynnt henni að þú væri norðan af Íslandi og þetta væri venjan þar? Nei, ég ákvað bara taka ekki slaginn. En síðan fóruð þið yfir til Danmerkur? Já, það er mjög ólíkt samfélag. Já. Ég raun og veru held að við séum miklu líkari Ameríkanum. Aðlögunin að amerísku samfélagi gekk í raun og veru mjög betur heldur en að danskum lifnaðarháttum, já. Já, er það? Í raun og veru, já. Já. Og af hverju, segðu mér það? Þeir eru bara einhvern veginn, það er opnara samfélag. Ég veit ekki hvort við vorum náttúrulega líka kannski bara betur undirbúin. Maður gerir meira ráð fyrir, meira svona regluverki og svona stífni. Það er þessi mýta að Danir séu svo lígglað og að það sé eitthvað svona, að það sé, þeir sigli bara svona áfram en þeir eru í raun og veru alveg eins strangir á öllu regluverki og öllu svona, hvernig hlutirnir ganga fyrir sig heldur en Ameríkanarnir, sko. Já. Hvar voruð þið í Danmörku? Við vorum í Kaupmannahöfn, við byggum út á Amager. Já. En þetta... Og náttúrulega, einhvern veginn ekki með bíl og náttúrulega maður býr smátt og það er einhvern veginn öðruvísi. Já. En sko, nú náttúrulega eru gríðarlega margir Íslendingar í Danmörku og hvað á Kaupmannahöfn, sko? Mjög margir. Varstu í sambandi við þá? Já. Varstu í Íslendingafélaginu? Já, það er náttúrulega, maður fór í Jónshús og það voru sunnudagaskólar í Jónshúsi og svoleiðis, en svo náttúrulega er verið mjög auðvelt að kynnast þetta. Það er náttúrulega, Íslendingasamfélagi í Seattle er mjög lítið. Það eru kannski, svona í kringum 20 manns myndi maður halda svona. Og það er einhvern veginn, ef það flytur niður á svæði þá þekkja allir allavega, þannig að ef það heyrir íslensku talað þetta á 5 tíma sem var ekki flogið beint, sko. Þannig að þá þekkti maður, ef maður heyrði íslensku þá þekkti maður þann sem talaði nánast, sko. En það náttúrulega gildir ekki það sama í Kaupmannahöfn. En á móti kemur náttúrulega að það er, það voru fólk frá Sauðárkróki sem að byggu ekki langt frá okkur og við kynntust þeim mjög vel og eru bara einir okkar bestu vinnir í dag. Já, haldið vináttunni. Já. En Laufey, hvernig er með svona önnur áhugamál? Svona út fyrir þetta, út fyrir vinnuna, út fyrir börnin og svona? Já, þá er náttúrulega skíðin. Við komum mikið hingað, okkur finnst. Já. Og mér finnst mjög gaman á skíðum. Ertu góð á skíðum? Ég veit það ekki, nei, ég er nú ekkert góð. Ég fer ekki í Svörtubrekkurnar, sko. Nei. En mér langar að verða betri og stefna því að verða alltaf smám saman örlítið betri. Og stelpurnar? Já. Þær pröfa sig? Já. Þeim er dröslað með okkur, sko. Já. En nú hafið þið búið í útlöndum. Já. Þýðir það að þið farið ekki mikið til útlanda eða ferðist þið til útlanda? Ferðist þið innanlands?
Við reynum að gera bara bæði. Við náttúrulega foreldrar mínir búa ennþá í Hrútafirðinum á Tannstaðabakka, þannig að við förum náttúrulega mikið til þeirra í sveitina. Þegar okkur gefst færi á því og finnst í raun og vera algjör forréttindi að geta farið með stelpunnar í sveitina og kennt þeim lífið og tilveruna og ganginn á lífinu þar, sko. Hvernig finnst þeim það? Þeim finnst það frábært. Er það ekki? Já, þeim finnst það frábært. Já. Og einhvern veginn þetta tengslinn við, hvaðan maturinn kemur og líf og dauði og það allt, þetta er náttúrulega svo áþreifanlegt í þessum aðstæðum, sko. Já. Þannig að það er algjör forréttindi að geta farið þangað, en svo náttúrulega ferðumst við líka erlendis og förum náttúrulega mikið og hittum vin okkar í Kaupmannahöfn. Við reynum að gera það mjög reglulega og og svo og náttúrulega ferðumst líka meira innanlands, okkur langar að koma okkur upp einhver svona útilegu dóti. Þið eigið ekkert svona sem að nota til að draga aftan í bílnum? Nei, ég býr nú svo vel að foreldrar mínir eiga svona felli í sig, þannig að maður getur fengið það lána þegar gott að hafa þetta hjá mömmu og pabba. En öll þessi náttúra sem er hérna í kring? Já, hún er einstök og það er ótrúlega forréttindi að hafa svona auðvelt aðgengi að henni í raun og veru. Þegar við komum hingað til að taka þetta upp og spjalla við þig, þá voru bílar þú veist, út allt, þá er það menn að labba til rjúpna í þessu fallega landi og svona. Já. Þú veiðir ekki? Nei, ekki ennþá. Nei. Ekki ennþá. Mér finnst það enda mjög gaman að fara á sjóstöng. Já. Það kemur eitthvað svona veiðibrjálæði upp í manni þá. Já. En þú hefur ekki alveg stöð við þetta sveitinni? Nei. Að veiða? Nei. Nú flottar ár þarna í kringum ykkur? Já. Mjög flottar, sko. Já. En maður var náttúrulega bara bara bændastörfunum í sveitinni, sko. Já. En Laufey, nú erum við að verða búin að þessu. Já. Ert síðan á svæðinu. Já. Ferðu út í nám og þið, en komið tilbaka. Já. Af hverju? Höfðum þetta frábæra tækifæri til þess. Það er náttúrulega ekki allir sem að hafa þetta tækifæri. Að koma og fá starfið sitt hæfi. Já. Er það kannski það sem að stendur svona sveitafélögum eða svona stöðum, ekkert endur á Sauðárkróki, heldur bara svona almennt fyrir þrifum? Í svolítið, sko, það vantar náttúrulega svolítið störf fyrir háskólamennta. Það sem að við höfum kynnt okkur hjá sveitafélaginu er að fólk sem stendur á þessum tímamótum í lífinu er búið að mennta sig og er búið að koma sér upp sínum börnum. Það vill gjarnan hluti aftur á heimahagan ef það hefur tækifæri til þess, ef það hefur vinnu við sitt hæfi. Já. Þú gerir það? Já. Hér er náttúrulega lífið, sérstaklega þegar báðir aðilar eru í krefjandi störfum eins og eða búsett á höfuðborgarsvæðinu og er kannski með 2-3 börn eins og gengur og gerist, þá náttúrulega fer mikil tíma í að keyra milli staða og þess háttar og hér er náttúrulega minnkar flækjustíð í öllu utanumhaldi og bara í lífinu almennt mjög mikið bara út af því hvað það er svona allt einhvern veginn svona nærðir. Það tekur mér 1 mínútu að labba í vinnuna á morgnana, og það er einhvern veginn allt, náttúrulega mikið öryggi, mikið frelsi fyrir börnin og náttúrulega bara forréttindi fyrir dætur okkar að vera nær ömmum sínum og öfum. Það er líka lífsgæði sem felast í því, hafa fjölskylduna nálægt sér. Já. Og já, það er bara einhvern veginn, flækjustigið minnkar. En þar sem að þú ert hagfræðingur, átt þú ekki verið að vinna í Seðlabankanum? Ég tók nefnilega BA-gráð í hagfræði með heimspeki sem aukafag. Þannig að ég veit ekki hvort þið myndu vilja fá slíka nálgun á peningastefnu. Já, þú segir nokkuð. Kannski veitir ekkert af því. Kannski, maður veit það ekki. Nei, fylgistu með þessum málum? Að sjálfsögðu gerir maður það. Skilur þetta? Já, maður er búinn að læra raun og veru hvað þessi orð þýða og hvað Já, hver er merkingin? Það er stutt í það að fari að snjóa og þú getur farið á skíði hérna á svæðinu. Já, við vonum það. Viggó ætlar að opna hérna eftir örfáa daga, þannig að það þarf eitthvað að fara að frysta samt til þess að... En komstu með eitthvað til að sýna mér? Heyrðu, ég skellti mér nú á með þessu hálsmenni hérna í morgun. Já. Það var nú kannski hægt að sýna þér það. Já. Þetta svona því að fjölskyldan er manni náttúrulega hugleikinn, þá er þetta hálsmenn sem að maðurinn minn gaf mér þegar ég var
þegar við vorum nýbúin að eignast okkar hérna, þriðju dóttur inn á sjúkrahúsinu inn á Akureyri. Þannig að þá færði hann með þetta. Konur í Skagafirði fara þá til Akureyrar til að eiga börn? Já. Sem nú svo sem ekkert mikið lengra ekstur heldur en ég þurfti að aka þegar ég var að eignast barn númer 2 þegar ég bjuggum í Danmörku. Já, akkurat. Ég held að ég keyrt fram hjá 3 spítulum þar á leiðinni á fæðingarsjúkrahúsinu. Já. Þannig að þetta ekkert, mér finnst þetta ekki vera eitthvað, þessi fjarlægð sko, ekki vera eitthvað sem ekki nema þessi ófært. Ekki nema þessi ófært. Þegar að taka það mynd. Það er það. Alveg sko. Alveg gull. Kærar þakkir. Takk sömuleiðis.